Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl, hjá mér Orri Páll Jóhannsson, þingflokksformaður Vinstri grænna, vertu velkomin. Takk. Þið vorum með flokksráðsfundu síðustu helgi og þá sagði ég hérna í sunnudagstættinum okkar að þið væri í rústabjörgun. Að flokkurinn hefur mælst núna tvívegis undir 5%, þannig að ykkur, þið þurfið að gera eitthvað, þið þurfið að gera eitthvað mikið. Já, þetta var þá hugað og glatt fólk í rústabjörgun, ef þetta var rústabjörgun þessi fundur. Þetta var góðu fundur, virkilega góðu fundur og vel á 100 manns sem að mætti. Til að mynda andlit sem hafa kannski ekki endilega tekið mikið þátt í starfinu að undanförnu sem að komið þarna til leiks. Og bara virkilega góður fundur og góður hugur og góð stemming og þéttur hópur. Ég er ekki sammála því að við séum í rústabjörgun þó ég sé... Staðan er slæm. En staðan er slæm, það er alveg rétt. Við mælumst ekki neitt sérstaklega hátt í könnunum og auðvitað þessi klassíska mantra en hún er nú alveg sönn, hérna eiginlega könnun er auðvitað á kjördag. Og ég hef í sjálfu sér ekkert einhverjar stórkostlegar áhyggjur af því að þau eru uppi staði telji fólk að Vinstrihreyfingin grænt framboð eigi ekki erindi í íslenskri pólitík. En það er augljóst að við þurfum að koma því betur til skila, vera duglegri að koma því á framfæri sem við höfum gert og hvað við sjáum fyrir okkur að gera og svona fundur eru auðvitað ekki bara til þess að þétta raðirnar og skerpa áherslur heldur að svona horfa til framtíðar. En þú segir hérna að þið eigi erindi í stjórnmálum, en þá spyr ég áttu þið erindi í ríkisstjórnina á sín tíma? Þetta er góð spurning, hún er bara mjög góð. Það verður þá kannski líka að hafa í huga, ef þú þolir aðeins smá lengri inngang. Umræðan eins og hún blasti við mér og að ég held fleirum í aðdraganda þess að þessi ríkisstjórn mynduð árið 2017 var svo að það væri erfitt að mynda ríkisstjórn. Það voru gerða tilraunir til þess að mynda ríkisstjórn til vinstri á þeim tíma, það gekk ekki upp. Við erum að koma úr frekar svona óróleika tíma í íslenskum stjórnmálum. Það eru auðvitað kosið 13, svo aftur 16 og aftur óvænt 17. Þannig að það var held ég ekki mikil stemning fyrir því að ná ekki einhverju svona festu festu skulum við segja, ég ætla ekki að segja rólegheitum, en festu. Það kom mér alveg óvart sem félaga í Vinstrihreyfingunni grænu framboð og þarna varaþingmanni þá nýkjörnum þegar að teiknast upp í rauninni þetta samtal og láta á þessa vinnu reyna. Það er að segja að mynda ríkisstjórn þvert yfir hið pólitíska landslag. Og ég get alveg viðurkennt þegar ég hef alveg sagt það áður í einhverju samhengi. Ég hafði til að mynda og áður en ég sá ofan í fyrsta stjórnarsáttmálann ekki sérstaka trú á þessu. Kannski vegna þess að ég taldi komin tíma á mjög skýra vinstri ríkisstjórn. En þá þarf þetta að vera fylgi fyrir vinstri ríkisstjórn svo hægt sé að mynda vinstri eða ríkisstjórn til vinstri. Og við þekkjum þetta. Það er rétt hjá þér, Og við kannski komum inn á það síðar, en ég meina vinstri stendur heilt yfir höllum fæti í íslensku samhengi vil ég meina. Og það er ekki bara Ísland, en við getum kannski farið í það á eftir. Þetta teiknast upp með þessum hætti. Við sem sitjum í flokksráði á þeim tíma erum boðuð til fundar og fyrir okkur er kynntur stjórnarsáttmáli sem er mjög ítarlegur. Eftir á að hyggja hafandi líka unnið eftir honum þá sem aðstofamaður ráðherra og varaþingmaður, þá þurfti hann að vera það. Þetta eru mjög ólíkir flokkar, þvert yfir hið pólitíska spektrum og sumar rökræðurnar gengur út á það að það væri nú bara ekki hægt að mynda ríkisstjórn með 3 flokkum yfir höfuð, óháð flokkunum. Það væri bara ómögulegt, af því að kannski sögulegu samhengi höfum við helst séð þetta sem 2 flokka stjórnir. Ég held að sá tími sé búinn á Íslandi. Fylgi er að dreifast, hefur verið að dreifast í undanförnum kosningum og ég held að sá tími sé bara yfir höfuð búinn í samhenginu hér að við séum að fara að mynda ríkisstjórnir með öðrum hætti en 3 jafnvel 4, hugsanlega 5 flokkum. Ég veit að einhverja hryllir við tilhugsunni. Ég gera það ekki. Eftir að hafa tekið þátt í þessu starfi kemur þetta ekki inn á þing sem þingmaður fyrir við síðustu kosningar 21. Og af hverju er þetta ríkisstjórnarsamstarf endurnýjað? Það er jú vegna þess í fyrsta sinn í 60 ára sögu lýðveldisins bætir ríkisstjórnin við sig fylgi. Sannarlega Framsókn umfram hina 2 flokkana, en ríkisstjórnin gerði það. Og bara frekar góður byr með þessari ríkisstjórn til að byrja með. En það tók að halla undan fæti á einhverjum tímapunkti og við mælumst allir flokkar lægra í könnunum heldur en endilega í síðustu kosningum, en við þó kannski sínulegst miðað við það að við mælumst ekki inn á þingi eins og staðan er í dag og það er einboðið að við þurfum að
Sýna fram á hvað við ætlum að gera. Já, ef við tölum aðeins svona fortíðina líka, Já. að þá þegar ég les ályktanir ykkar, þá ekkert NATO. Nei, það ekki beinlínis neitt NATO, en sko ályktanir eru sannarlega eitthvað sem að þetta virkar þannig að félagar, einstaka félagar, hópar félaga, kjördæmisráð eða svæðisfélög koma með ályktana tillögur til umræðu og fundum. Stjórn gerir það líka og svo þetta rætt og eftir atvikum samþykkt þá þetta auðvitað bara ályktun fundarins og tekur oft breytingum. Má ég skilja þetta þannig að þetta óbreytt stefna en alltaf óbreytt stefna vegna þess að henni bara breytt á landsfundi. Þetta var flokksráðsfundur og það alveg ljóst og skýrt í okkar stefnu að við teljum okkur eiga að standa utan NATO. Já. En við erum eini flokkurinn á Íslandi sem með það mjög skýrt í sinni stefnu og ég veit ekki ef eitthvað að marka fylgistölur, ef að það útgangspunktur í afstöðu fólks að þá fer nú þverrandi fylgi með því yfir höfuð í samfélaginu að standa utan NATO. Ég vil ekki trúa því að ómulegt að taka einhvern einn mála. Já, að sjálfsögðu það. Ég að segja að það að snúi í allar áttir. Ég myndi langar að spyrja þig, sko. Finnst þér ekki Katrín Jakobsdóttir bera mig glábir á því hvernig komið fyrir flokknum? Katrín Jakobsdóttir formaður á þessum tíma sem að algjörlega og ég sagði hér áðan að þegar að stefnir í þessa ríkisstjórnarmyndun sem ég var efinsum til að byrja með en mjög sannfærður leið og ég sá þennan ítarlega ríkisstjórnarsáttmála og ég menna að það var bara verulega mikið vafki í honum og ef þú ert í pólitík til að hafa áhrif sem ég vil nú trúa að við séum öll sem erum í þessum störfum að þá hefur eðlimálsins samkvæmt meiri áhrif þú situr við borðið en líka það sem þú þarft og situr með fleiri flokkum þá þarftu eðlimálsins samkvæmt að gera einhvers konar málamiðlanir þú munt ekkert ná bara þinni stefnu í gegn augljóstaði með NATO sem þú spurður áðan það ljósta hinir flokkarnir og kannski meirihluti þjóðarinnar bara andvígur okkur í þessari afstöðu þá var augljóst að við munum ekki fara að ná því fram í gegnum en það var það ekki ákveðið á það í stjórnarsáttmála en að þú spurður Katrínu sérstaklega Katrín auðvitað sterkur leiðtogi bæði leiðtogi hreyfingarinnar en líka leiðtogi ríkisstjórnarinnar. Engin ráðherra haft jafn mikið persónufylgi á undanförnum árum eins og Katrín. Mælst hæst í öllum einhverjum mælingum því tengdum. Í langan tíma. Í langan tíma. Og ekki með þeim hætti kannski umdeilt og fólk treyst henni virkilega fyrir þessu verkefni. Það að segja hún ein beri ábyrgð á því hver staðan En hún var formaður, hún var forsætisráðherra þannig að ábyrgðin hennar mest. Sannarlega, já mest og mest. Ég meina ríkisstjórnin ekki fjölskipað stjórnvald. Hún sannarlega situr í öndvegi og verkstjóri ríkisstjórnarinnar. Hún skipar ekki ráðherra embætti, hún gerir tilnefningu til síns flokks þá ráðherrastóla sem við tilnefnum og við höfum samþykkt tilnefningu okkar formens í því. Við höfum engin áhrif á það hvað aðrir formenn í ríkisstjórnarsamstöðunni gera með sína ráðherra. Þetta ríkir oft mikill miskilningur og það bara eins og það en það að segja að hún beri alfarið og eina ábyrgð sem ég ekki segja að þú sért að segja en þínu, það hefur borið á þessari orðræðu það finnst mér ekki hægt að segja því við erum auðvitað hreyfing hún fyrirliðin, hún fóringi hún fer með flokkinn inn í ríkisstjórnina hún kemur ítrekka fram fyrir hönd flokksins og ríkisstjórnarinnar og fylgið fer það dvínar og komi núna bara niður í kjallara og svo fer hún hérna í forsetakostningarnar og næri ekki settum árangri þannig að þessi vinsæli stjórnmálamaður sem hún hefur verið að svona endalókin þannig að flokkurinn í fallættu algjöri og hennar markmið nást ekki átt hún að hætta fyrr eða Það ekki mitt að segja til það og ég bara ekki á því að við séum neinstar í neinum endalókum hvorki Katrín Jakobsdóttir ég Vinstri hreyfingin grænt framboð ég þekki hana vel nærverennar mjög góð og fín manneskjallastæði Katrín frábær leiðtogi hún mikill vinstri sinni að mínum að þetta mikil eftirsjáðanni úr íslenskri pólitík sem hún tekur sjálf ákvörðun að hverfa á aðrar brautir ég studd hana heilshugar í því, ég studd hana líka í þessu fórstakjöra því ég veit að allt sem Katrín gerir það gerur hún vel. Það er mín afstaða. En það að hún velji að stíga út úr pólitík á þessum tíma hennar ákvörðun, alveg eins og ef ég tæki ákvörðun það gera það núna að verða mín ákvörðun. Sá hún ekki fram á endalok í þessu flokkurinn í þessari kreppu að þurfa að ná honum upp aftur og
Ég get bara ekki sagt til það. En ég get sagt mína... Þú þekkir hana vel. Já. Og þess vegna er ég að deila minni afstöðu í samhenginu. Mér þykir mjög vænt Katrínu. Mér finnst eftir sjá af henni og ég veit að fleirum finnst það. Mér fannst afar ósangjörn umræðan í tengslum við þessar forstakostningar, en ég meina, það gerur hún auðvitað bara sem einstaklingur að taka þátt í þessu. Eins og ég segi, ég studd hana alla leið því að ég veit að allt sem Katrín tekur sér fyrir hendur, það gerur hún með glæsibrag. En ég virði hennar ákvörðun og hennar val fullkomlega. Já, en það sem sagt svona núna síðustu tímum þá hafa kannski færri séð hvað hún gerir allt vel. Þú manstu sko, síðasta ræðan hennar sem stjórnar andstæðings. Nei, ég man hann ekki. Nei, við munum myndakið að býða eftir réttlætinu. Já. Fátast fólk getur. Já. Hvað með allar ræðurnar? Nei, það er búið, sko, núin í því svolítið nasir, sko, ekki rétt. Það kann vel að vera, annars og þú bendir réttilega á, sko, það er ekki að taka eitthvað eitt mál eins og NATO og segja, ég meina, fylgið bara farið út af þessu eða er ekki með út af þessu. Nei, ég var ekki að tala um það. Það er alveg eins með ræður okkar, sko. Nei, og það sem við segjum. Já, ég spurði NATO ekki síst vegna, sko, framgöngu Katrínar á vettvangi NATO. Já, við getum bara tekið það, má ég segja samt eitt hérna. Mér fannst þegar ég áttaði mig á þessu og það stæði til og það væri verið að vinna að því að smíða ríkisstjórnarsamstarf þessara 3 flokka, þá verið ég að segja eins og þetta var rosalega huguð ákvörðun og djörf hjá Katrínu sem sterkum skýrum leiðtoga að ráðast í þessa vegferð, ef við getum kallað það. Sko, polarisering er aldrei að finna góða, vil ég meina. Við getum haft skiptar skoðanir og staðið sikkurum megin ef við viljum einhvern veginn horfa á pólitíkina sem eitthvað spektrum, bara í línulegt spektrum, hægri vinstri. Og það þarf að vinna gegn polariseringu vegna þess að hún á sér allskins neikvæðar birtingarmyndir í samhenginu. Hún á það og það er ekki endilega samfélaginu holdt að takast á með ott og egg í ákveðnum málaflokkum. Það er líka að vera svona prinsip að vera prinsip. Það er alveg rétt, en þá þurfum við líka bara að gæta því að í samskiptum og sambandi fólks að þá get ég haft miklar meiningar og miklar skoðanir eins og við sitjum hérna tveir. Við þurfum ekki að vera alveg sammála, en við þurfum einhvern veginn samt sem að vera að lenda standandi, ekki satt? Já. Og svona samstarf... Það munum við gera. Já, það veit ég. Það þarf mikla djörfung og mikinn hug í að halda svona samstarfi gangandi. Tala nú ekki þegar það skortir ekki á úrtölurattirnar og ábendingarnar, kannski hangandi í einum setningum hér og þar, sem að benda á að þetta sé nú fallít eða sé á leiðin í einhverjar ákveðnar áttir. Það þarf mikinn hug til þess að standa í lappirnar og láta þetta ganga upp. Og mér hefur fundist hún leysa þetta verkefni einstaklega vel. Og ég held að þeirra fram í sækir, en þetta er líka bara mín afstaða, að þá munum við kannski gera okkur aðeins betur grein fyrir því hvað hún á ótrúlega stóran þátt í íslenski stjórnmálasögu, en alveg eins og ég segi, hún ber ekki ein ábyrgð á því hvernig komið er fyrir hreyfingunni í það heila. Það gerum við öll sem að tökum þátt í starfi hreyfingarinnar og sérlega við sem erum í forystunni, að þá munum við sjá hverslags vægi og hverslags mark hún setti á íslenskt samfélag. Mjög nýlegt dæmi nú bara aðkoma ríkisvaldsins að nýlegum kjarasamningum. Já, mikið rétt. En Orri-Páll, ætlar þú að gefa kosta kannski til formennsku í Vinstri-grænum? Samfylkingunni? Nei, já, nú ekki hugsa mér að gera það. Það má þrisværi þætti, nei. Þetta var... Sko, ég hef ekki hugsað mér að gera það, nei. En það hefur rauninni heldur engin okkar félag og engin notaði nú tækifærið á þessum fundum helgina til þess að boða það að hyggist sækjast eftir formennsku, en það er nægur tímenn. Okkar landsfundur er þannig í byrjun október, þannig að ég er nú ekki tónn stressaður. Það er nóg fullt af flottu fólki að taka, ýmis orðuð við þetta. Við erum með sterkan formann í dag, við erum með stönduga ráðherra. Ég meina þetta verður bara spennandi tími framöndan. Það er mikið hortið Svandísar. Já, það er rétt. Svona reynslu mikil og... Það er rétt og Guðmundur Ingi er auðvitað að leiða hreyfingunni eins og stanna í dag. Já. En Svandís sem er pólitíkin í bólóðuðinu. Já. Heyrðu, en þið áliti hérna, sko, að þið eru samstarfi við Sjálfstæðisflokk og Framsóknarflokk og þá, sko, þið viljið skólaganga verið nemendum fjölskyldum og kostnarlausu á öllum skólastigum, einkafyrirtæki sem aukna ásókn í að taka sér verkefnum og menntakerfinni í hagnaðarskyni, sem þið eru þá móti. Já. Þið viljið bara ríkisskóla. Já, það sem við viljum er að það sé algjörlega tryggt að aðgengi að menntun sé sambarilegt hvar sem þú býrð og hvaðan sem þú kemur og hvernig þú lítur út, ef ekki orðað þannig. Það er í grunninn það sem við viljum.
og við höfum haft áhyggjur af því að það sé ákveðin neikvæð þróun í þessari veru sem að þurfi að stemma skóla, sko, alveg upp í háskóla að þá sé sem sagt námið nemendum að kostnaðarlausu, þar á meðal skólagögn og kennslubækur og gera menntun allra skóla stiga endurgjaldslausa, það alveg rétt og í þessu samhengi langar mér nú til dæmis að draga upp eina staðreynd því nú stundum flaggað að við höfum ekki áhrif í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Þar ég ósammála. Við til dæmis leggjum að því við tírætt hér fyrsta stjórnarsáttmála, þann fyrri, svo auðvitað gerður nýr núna með myndun þessar ríkisstjórnar 2021. Við höfum lagt áherslu á það sem einmitt grundvallað í svona vinnu og ég man ekki hvort það var flokksráðsfundur eða landsfundur en allavega það mjög skýrt í stefnun okkar sem auðvitað ekki breytt nema á landsfundi að við viljum sjá skólagjöld í listnámi á háskólastigi afnumin. Þannig að það verður til að mynda okkar innlegg eitt af mörgum inn í þann stjórnarsáttmála sem í gangi í dag. Það til þess að jafna aðgengi fólks að námi á háskólastigi. Aðgengi hefur ekki verið jafnt með tilliti til listnáms. Hvað erum við að sjá núna? Boðaðar aðgerðir menntamálaráðherra í þessum efnum eða háskólaráðherra í þessum efnum fyrir gefið, af því að það sikkur ráðherran þarna í þessum ekki. Háskólaráðherra í þessum efnum þannig að skólagjöldin verða afnumin í listaháskólum frá með þessu hausti. Það hefur þýtt hvað? 2-földun í fjölda umsækjenda í skólan. Við sjáum þetta bara á fyrstu mánuðunum, hvað gerist við þetta. Þetta svona dæmi okkar áherslur í þessu. Á sama tíma þá verið að gera og ráðherra fór þá leið að gerir þarna samning við Bifröst sem hefur kannski fyrst og fremst verið með fjarnám að það sama leið farin þar. Ég meina fjarnámsnemendur eru mörg hver utan á landi, ekki satt? Búa kannski á minni stöðum eða langar veg að sækja skólabygginguna sjálfa þannig að á sama tíma þá námið endurgjaldslaust fyrir þau líka. Eins og ég hef skilið að gera ráðherrans í þessu. Já, ég bara að taka sem dæmi að áhrif og hvernig þetta hefur verið grundvallandi í okkar stefnu í mjög langan tíma sem að raungerist til að mynda núna í gegnum stjórnarsáttmála og ákvarðanir ráðherra. Það ekki VG ráðherra en það vegna þess að hann að framfylgja stjórnarsáttmála. En þau taka, einkafyrirtæki sína aukna ásókn í að taka sér verkefni og menntakerfin í hagnaðarskyni. Hjallastefnan? Þetta þýðir ekki að einkafyrirtæki í menntakerfinu sé ekki gera hlutina vel. Það má ekki lesa það út úr þessu. En það sem að náttúrulega sést ekki endilega í svona ályktunum, það eru umræður sem því fylgja, meðal annars í dagskrárliðnum almennar stjórnmálaumræður, sem er klassískur og við förum alltaf í gegnum á þessum fundum okkar. Virkilega mikilvægur liður fyrir okkur sérlega kjörna fulltrú að sitja og fylgjast með í rauninni hvar púlsinn slæri í félögum okkar. Og það hefur verið umræð innan hreyfingarinnar ákveðin verkefni og ég ætla ekki að vera að nefna einhver ákveðin nöfn í því samhengi. Það sem að þróunin ekkit endilega kannski til betri vegar. Kostnaðurinn á bakvið það sem verið að bjóða er svimandi hár. Og það eru áhyggjuefni þarna, eða það er áhyggjuefni þegar að við kannski missum fókusinn sem er hætt við á mikilvægi þess að aðgengið að námi og upplegginu til að mynda í gegnum þessa 6 grunnþætti námskrár sem hún setta 2011 einmitt í tíð þáverandi menntamálaráðherra Katrínar Jakobsdóttur missum fókusinn af mikilvægi þess að þegar upp er staðið að þá er skólakerfið að skila manneskjum út í samfélagið sem geta lifað og þrifist í samfélaginu sem við viljum hafa. Þannig að við höfum haft ágjörð þessu, þetta auðvitað ekkert farið í þetta í neinum smáatriðum hér, þetta bara verið að benda á að þetta sé þróun sem við höfum ágjörð af, sama umræða hefur verið uppi í tengslu við heilbrigðisgeirann. Þannig og þetta algjörlega í takti við púlsinn í félögunum í minni hreyfingu eins og hann hefur verið. Það er eitt mál sem að ég myndist á hérna áðan, það er að býða til réttlætinu síðust að ræða Katrínar sem stjórnarandstæðings, þá kemur þið ekki að þið ekki áherslu á að ríkisstjórnin komin til framkvæmda ákvæðum stjórnarsáttmálum halda áfram að bæta kjör hinna efnaminnst í hópi ellilífeyrisþega. Já. Finnst ykkur þetta hafa gengið óhægt? Það situr fast í ríkisstjórnin eða sem má ekki að gera því hún er fjölskipa stjórnvald? Já, ég ætla ekki að segja að það sitji fast í ríkisstjórninu og við minnumst líka á það í þessari ályktun að hinn félagslegi viðbótarstuðningur kemur inn árið 2020. Það er eftir téðaræðu
Það í tíð síðustu þá ríkisstjórnar sem í grunninn auðvitað þessi sama og hér. Þarna í þessu samhengi því að við vorum með öryrindi líka á fundinum, þetta misjafnt hvernig fundinur eru settir upp, við vorum með ótrúlega áhugaverð öryrindi á fundinum og þar var Kolbeinn Stefánsson dósent upp í HÍ meðal annars að tala fátækt og rannsókn sem að hann og kollegar hans hafa verið að vinna sem að byggja nú meðal annars reyndar í grunninn á skýrslubeðinni þingmannsins Halldóru Mogensen í Pírötum sem að var í rauninni skýrslubeðinni til ríkisstjórnar sem að svo í framhaldinu Katrín sem forsætisráðherra tekur og setur í vinnu sem að hefur ekki enn verið kláruð en í fullum gangi um að greina fátækt á Íslandi og þar ég hlustaði á svo áhugaverðan fyrirlestur í vetur og auðvitað var Kolbeinn þarna í sínu örund ekki að fara yfir þetta allt saman allar þessar rannsóknir, ég ætla bara að setja þetta í samhengi því hann einn rannsakandana. Það sem að þessir hópar það hægt eðli málsins samkvæmt að grúpa saman, ég meina þetta eru einstæðir foreldrar, þetta eru öryrkjar, þetta eru innflytjendur, þetta hópur til að mynda eldri borgara. Kvenna. Já, akkurat. Þannig að fyrst liggur fyrir þessi stóra greining, kemur út síðastliðið fyrir rúma ári síðan og í framhaldi af því ákveður ríkisstjórnin að tillögu Katrínar að kafa nú betur og betur ofan í hvern hóp. Einn hópurinn til dæmis stúdentar. Sannarlega mælast stúdentar með við gögn sem fyrirliggja frá Hagstofunni og eða skattinum kannski undir einhverjum ákveðnum viðmiðunarmörkum en þau búa ekki endilega við fátækt, bara með þær aðstöður sem þau búa við, skilur mig. Þannig að það þarf að grafa onni þetta betur til þess að átta sig á því hvernig hægt að beita aðgerðum, opinberum aðgerðum til þess að ná árangri í þessu. Liður í þeim aðgerðum sem var ráðist í vor í tengslum við stuðning ríkis- og sveitarfélaga eða aðkomu þeirra inn í kjarasamningana mun skila okkur lækkun í prósentutölum í hlutfalli ákveðina hópa innan þessa sem hafa verið greindir og verið að greina enn betur. Sem dæmi, það sem við erum að nota vísindin til þess að, og þarna bara þökk sér góðri fórustu, nota vísindin til þess að sannarlega hafa áhrif á ákvarðanatöku og upplegg þegar kemur að því að láta nú knefylgja kviði í því ef við ætlum að útrýma hér fátækt eða vinna gegn fátækt sér í lagi barna í samfélaginu að þá þurfum við líka að ráðast í ákveðnar aðgerðir og stærsta einstaka aðgerðin sem til bóta hagsbóta börnum sem búa við fátækt eða í fátæku umhverfi til að mynda gjaldfrjálsar skólamáltíðir sem nú orðin liður í ný samþykktum kjarasamningum þar sem að ríkið stendur straum á 75% af greiðslum og sveitarfélögum sem sannlega veita þessa þjónustu. Þetta eru grunnskólamáltíðir, gjaldfrjálsar frá með þessu hausti. Sem dæmi, að því að það er svo að spyrja mig, erum við búin að gera nóg? Já, til dæmis að því að eldri konur sem eiga veika lífeyrissjóði Við erum auðvitað ekki búin að gera nóg í neinu. Það auðvitað alltaf svo. Já. En það sem að því þú ert að vísa hérna í ályktun sem við köllum ályktunum bætt kjör efnaminni ellilífeyrisþega, þá ljóst að af mínum félögum og ég auðvitað í þessum hópi því ég sitt fundin sem tekur þessa ályktar þetta að leið og við erum að fagna áherslubreytingum í þjónustu við eldra fólk með verkefninu gott að eldast sem var unnið til að mynda á þessu tíma eða kláraðast á þessu tímabili og undir félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu að þá augljóst að það þurfa að gera betur. Við erum að minna á að það eru einstaka minni hópar eldra fólk sem að þurfa berúlítið býtum og þurfa aukinn stuðning. Og þetta vinna sem sannarlega þarf að ráðast í en ég farið í þessa langloku með fátæktina og að segja sem dæmi hérna mismunandi anga þess hvar þarf að setja í gang allskyns vinnu og við þurfum auðvitað að vita hvers eðlis hópurinn við höfum tilfinningu fyrir því en við þurfum að vita til þess að geta ráðist í ég ætla að leiða mér að sletta svona targeteraðar aðgerðir. Við vitum að börn sem búa við fátækt að það skilar þeirra fjölskyldum miklu ef að þau þurfa ekki að greiða fyrir máltíðirnar sínar í grunnskóla. Já. Og ég veit ekki hvað þú manst þessar tölur, það er ágætt að draga þær fram núna. Ef ég man rétt þá held ég að matarskammturinn fyrir grunnskólabarn sé ykkur 12.500 eða 12.750 krónur á síðasta vetri fyrir einstaka barn í grunnskóla í Reykjavík í Vandri. Já, það var mánuði. Já. Og ef þú ert með 2 börn á grunnskólaaldri,
þá er þetta hvað? Það er bara 30.000 krónur, en foreldrarnir þarf að vinna sér inn ígildi 40.000 króna í launaumslagið til þess að eftir skatta geta greitt þessu upphæð. Þannig að þetta er heilmikið kjarabót fyrir fjölskyldur, sér í lagi efnamenni fjölskyldur og fjölskyldur sem margar hverjar núna, lág- og millitekju fjölskyldur streða í ljósi efnahagsástandsins í samfélaginu. Þetta er frábært mál. Já, ég veit, og hérna, en langt er eftir samt til að útrýma fátækt. Algjörlega, en við erum á leið og það eru aðgerðir sem við höfum ráðist í og bara því að þú gerðir Katrín Jakobsdóttur sérstaklega umtalsefni hér, að þá hefur... En var hægt annað? Nei, bara gott og ég er bara rosalega stoltur af því sem að hafa fengið tækifæri að vinna með Katrínu og sjá arleið hennar og fingraför mjög víða. Og þetta er eitt af því, til dæmis þessi vinna, hvernig þessi fátæktarvinna hefur verið keyrð áfram og það verður mjög áhugavert að sjá niðurstöður í þá... En skólamáltíðnar koma náttúrulega frá aðilum vinnumarka, frá launafólki. Reyndar verið baráttumál okkar í vinstrihreyfingunni grænu framboði meðan svo grundvelli svona ályktana. Fyrir árið síðan var einmitt ályktun gjaldfrjáls og skólamáltíðir í okkur, en sannarlega kemur sem krafa aðila vinnumarkaðarins, en það er þá allavega móttakandi að hálfu ríkisvaldsins sem tekur málið áfram líka til þess að tryggja þetta. Þetta eru 75% af kostnaðinu sem eru að koma frá ríkinu. Heyrðu, ályktunum málefni Palestínu og stríði og Gaza, þar er hérna það láti nú Bandaríkjamenn heyra það svolítið mikið, en ég veit nú ekki hvort að yfirvöld þar lesi þetta, sko. En þið segir bara í yfir 70 ár hafa stjórnvöld í Bandaríkjunum með fjárframlögum og vopnasendingum stutt dyggilega árásir og útþenslustefnu Ísraelsríkis sem leitt til hörmungun á Palestínu. Þið eru ekki nokkuð vafa þarna. Við? Nei. Enga veginn og þetta er orðræða sem hefur ítrekað komið upp á okkar fundum og sem það eru flokksráðsfundir eða landsfundur eða bara félagsfundir þess á milli eða í blaðaskrifum eða greinaskrifum einstakra félaga. Þetta er hérna atriði sem alltaf er dregið upp og félögum mínum og ég er þeim algjörlega sammála fannst full ástæða til þess að halda þessu mjög skýrt til haga í ályktunum þessi mál. Þetta er mjög ákveðið orðalag. Sko þetta er ekki bara stuðningurinn. Það eru helst bandarísk stjórnvöld sem sannarlega eru nú að reyna eitthvað núna en þau eru líka oft búin að vera reynýmislegt. Áhugavert sem ég heyrði í samhengi, ætlaði ekki verið bara Ríkisútvarpið sem var með svona einhvern vinkil á því að það væri líka til hagsbóta fyrir og inn í kosningabaráttu Kamalu Harris sem hefur nú svona kannski frekar verið í skeftísku megin í demokrataflokknum að það næðist árangur í þetta vegna þess að það er vaxandi og megn óánægja í Bandaríkjunum. En Bandaríkjamenn hafa þetta bara að mörgu leyti í hendi sér að gera betur í að þjarma að Ísraelsstjórn. Við breytum því svo sem ekki en við getum haft skoðanir á því. Og við höfum það. En flokksráðsfundurinn fordæmdi ákvörðun þáverandi utanríkisráðherra, það er Bjarni Benediktssonar, að styðja allu Ísraelsríkis að mannúðarstöð Gaza með yfirlýsingum að frista fjárframlög til flóttamannaaðstoðarinnar. Bjarni er búinn að þurfa að svara fyrir þetta. Og hann gerir bara lítið úr ykkur. En hún var misboðið, svo vel þekkjum við Bjarna, hún var misboðið. Þannig að þetta var ekki skemmtefni fyrir hann, hún var svolítið misboðið. Nei, en er þetta líka þungt orð, fordæmir? Þetta er þungt orð að segja fordæmir. Já, að fordæma ákvörðunina. Já, en bara svo það sé satt, að því að nú eru áhorfendur ekki með þessa ályktun endilega fyrir fram að sig, þó með nálgast hana á heimasíðu VG, bara með auðvöldum hætti, að þá er aðdragandinn að þessum texta, er útlistunin á því sem á undan gekk, þar að segja niðurstöðu eða úrskurði Alþjóðadómstólsins í Haag, sem segir að líklega, plausible, eins og það satt á ensku, væri Ísrael að fremja þjóðarmorð í Palestínu, meðal annars með því að svipta Palestínumenn aðgengi að vatni, mat og öðrum lífsnauðsynjum. Og viðbrögð Ísraelsstjórnar voru ekki að fara að úrskurði dómstólsins og grípa til allra ráðstafana gegn þjóðarmorði. Heldur að ráðast í ófrægingarherferð og þetta er kannski lykillinn í ástæðinu fyrir því að seinna meir er talað um að fordæma ákvörðun þáverandi utanríkisráðherra. Ráðast í ófrægingarherferð gegn Sameinuðu þjóðunum og flóttamanna aðstoð Sameinuðu þjóðunum í Palestínu sem er, eins og segir í ályktunni og við vitum, eina raunverulega mannúðaraðstoðin á Gaza. Þá ætlum ég aðeins að staldra við hér. Þetta er alltaf gerast á sama tíma, þar að segja þessi niðurstaða Alþjóðadómstólsins, þessi ófrægingarherferð sem fer í gang, þar að segja
að þarna hafi verið mögulegast starfsmenn flóttamannaaðstoðarinnar sem tóku þátt í þessari árás 7. október sem að mörgum er tíðrætt að halda alltaf til haga í samhengi þessara mála og sum láta að því liggja að það sé bara upphaf þessara deilna og við vitum betur, það ekki svo. Þá ætla ég bara að segja þessu samhengi. Ég til að mynda, sem þingflokksformaður, skrifaði nú grein að akkurat þarna þessar svipaðar mundir þegar að þessi ákvörðun utanríkisráðherra kemur inn og segi meðal annars í henni, þetta bara hann í loki janúar, ég held ég hef kallað hana styrkur alþjóðastofnana, að við auðvitað eitt fárra þjóðþinga í heiminum höfðum í nóvember síðastliðnum samþykkt samhljóða ályktun sem í grunninn var unnin af utanríkismálanefnd þingsins. Það sem að við erum að fordæma aðgerðir Ísraelsins, þar sem Alþingi Íslendinga gerir það og við erum að setja ríkisstjórninni og þá erindrekum hennar ákveðin skilaboð á hálfu þjóðkjörinna fulltrúa og lýðræði samkomunar. Eitt af því sem við lögðum áherslu á var aukning í mannúðaraðstoð á svæðinu. Annað sem við lögðum áherslu á og allt gerist þetta í meðförum þingsins og þarna áttu meira og minna allir þingflokkar eitthvað í þessu að þá lögðu áherslu á að styðja við rannsóknir sem að þá eru á vettvangi og vegum alþjóðadómstólsins varðandi þetta ástand allt saman að því að auðvitað þarf að liggja fyrir einhvers konar rannsókn áður þú getur ráðist fram í miklar ásakanir samanber orðalagi hér áðan líklega í þessum úrskurði sem kemur í janúar. Þannig að það alveg skýrt að Alþingi Íslendinga sem þá að frumkvæði utanríkismálanefndarinnar með mjög skýr skilaboð til íslenskra stjórnvalda. Eitt af því að auka mannúðaraðstoð á svæðinu. Og í greininni sem ég skrifaði þessar mundir, þá segi ég, það skýtur nú skökku við að þessi ákvörðun skuli vera tekin af utanríkisráðherra. Hann hefði að lágmarki að mínum mati, og þetta segi ég þá sko, hann hefði að lágmarki átt að ræða þetta utanríkismál sem að bara einhverjum mánuðum áður hafði átt frumkvæðið að því og þingið allt sendt mjög skýr skilaboð. Og það augljóst í rauninni af þessari ályktun og umræðu sem hefur verið innan minna hreyfingar að það þungt í fólki að þarna hafi þá íslenski ráðherrann og hann hefur nú sagt sjálfur að þetta hafi, ég held að hann orðaði þannig að allar vestrænar þjóðir hafi gert það. Ég kann nú ekki höfðatölu í því en það kannski ekki alveg aðalatriði í þessu. Lagt þessu lið á sama tíma Antonio Guterres að vara einmitt við þessum viðbröðum út af neyðinni og ástandinu sem þarna og hefur verið í alla þessa mánuði. Þannig að einhverju leyti kemur það nú mér ekkert óvart að félagar mínir vilji nota orðalagi fordæma og þetta samþykkjum við á fundinum af því að þetta situr í fólki að það hafi komið högt á vilja eða ætlun íslenskra stjórnvalda með þessum orðum sem svo raunar og það hefur Bjarni sjálfur bent á og það hárrétt hjá honum sem að raunar varð ekki. Greiðslan stóðst, hún skilaði sér og ef eitthvað þá jukum við sem svo aftur má rekja til ályktunar þingsins við jukum fjárframlög til mannúðarústoð fyrir ákvörðunin samt stendur. Já, það var ekki ákvörðun, hann svona flaggara, hann segist vilja aðeins bíða með þessar greiðslur og það sem að gerast í orðræðu landana allra. Við vorum ósátt á þeim tíma og það má sjá það í minni grein. Ég noti ekki orðið fordæmir, það gera félagar mínir á þessum tímapunkti. Fundur Nikka gerir það. Ég veit það, ég segi félagar mínir bara vegna þess að ég skrifaði þetta ekki í grunninn, en ég tek þátt í þessar afgreiðslu og stend við hann eins og allir aðrir, ég var á þessum fundi. Og þetta þurfti þetta að vera svona sterkt orða til að það eru örugglega einhverjar skiptar skoðanir það, en það líka alveg rétt sem Bjarni bendir á okkur full kunnugt og enda endum við setningun á því. Fundurinn fagnar því að fjárframlög flóttamannaaðstoðarinnar hafi verið aukin umtalsvert. Við skulum ekki láta Bjarni yfirtaka þetta samt. Nei, nákvæmlega, en ég bara, það eðlilegt hann breiðist við þessu, hann krafinn svara, en þetta eru líka þungorð að segja fordæmir. Sko, nú það þjóðgarður, hálendis þjóðgarður. Já. Þið ekki búin að gefa sig upp? Nei, og fleiri hafa ekkert gefist upp. Þetta baráttumálum okkar. Í ykkar bókum, þá það þannig við höfum bara alls ekki gefist upp á þessu. En það kemur bara ekki til greina. Þetta stórt, mikilvægt og brýnt verkefni. En samir ykkar í ríkisstjórninni hafa nú blásið á þetta? Já, sömu samherjar og hafa skrifað undir stjórnarsáttmála tvisvarsinnum, þar sem kveðið á að komu skuli á fót hálendisþjóðgarði. Það þó aðeins, við skulum segja að það tálgaðar á orðalagi í þeim seinni, sem talaður þegar friðlýst svæði og jökla á hálendinu. Og þá, eins og ríkisstjórnin virkar, ég meina hún með náttúrulega bara með þennan stjórnarsáttmála sem við öll vinnum eftir,
og það á hver og einn ráðherra að vita hvað til síns friðar heyrir í því og það stendur þá upp á umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra sem fer með málefni náttúruverndar og friðlýstasvæða. En þið gerir vonur þetta verði fyrir kosningar á meðan þessi ríkisstjórn á líftíma þessar ríkisstjórnar. Já, nú býð ég spenntur eftir þingmálaskrá ráðherrana sem er birt við þingsetningu 10. september og kannski kemur ráðherra með þetta, kannski ekki. En þá verður hann líka svarið fyrir það, hvernig stendur því að hann ætlar ekki að virða ákvæði stjórnarsáttmála í samstarfi við okkur. Já, sem Guðlaugur Þór Þórðarson. Já. En sko, svo kemur að þessu, sem eitt deilumálið, sko. Í lögum vernd, friðun og veiðar og villtum fuglum og villtum spendýrum friðun lífræna meginregla og nýting þeirra undantekningu frá þeirri reglum. Þarna eru hvalveiðarnar. Nei, það er nefnilega ekki þannig. Nú. Elska þetta, ég kann þetta svo vel. Ég elska svo spurningar. Þetta er nefnilega rosalega áhuga. Þetta er stundum í stuttumáli kallað villidýralögin frá 94. Og mörguleiti mjög framsækin löggjöf því hún segir að allir villtir fuglar og öll villt spendýr eru í grunninn friðuð en heimild til veiða eða nýtingar veitt á grundvelli undanþágu í formi reglugerða sem á svo að byggja á hugmyndafræði sjálfbæra þróunar og rannsóknum sem að segja til veiðiþol etc. Besta dæmið þetta eru hreindýr og hreindýraveiðar, myndi ég segja. Það sem að talningin grundvallar kvóta á ári hverju og allt þetta, fólk sem þekki þetta. Hins vegar alveg skýrt í þessum lögum að bæði selir og hvalir eru taldar að vera nytjaskemmtun í sjó og heyri ekki undir þetta. Hvalirnir eiga sér sérstaka löggjöf sem er bara lög hvalveiðar frá 1949, mínum að þetta er löngu úrald löggjöf, hefur ekki tekið efnislegum breytingum í áratugi. Ekki efnislegum breytingum og við þekkjum, ég er alveg til í að ræða það líka, þekkjum stemninguna yfir höfuð breytingum á þeim. Öll vera með selina, þeir njóta svona ákveðnar, ég ætla að segja hlíðarverndar með ákvæðum í lögum lax og silungsveiði. Það sem er pósitíft ákvæðum að þá megi í rauninni veiða þá við árósa vegna gamallar mýtu það að þeir í rauninni hreinsa upp allan lax í ám. Að nú njóta ákveðnar verndar að þú þarft að fara í ansi miklar leiðir til þess að geta veitt sel og sækjum það leyfi og heimild. Að mínum að þetta ættu báðar þessar tegundir, eða þetta eru fleiri en einn tegund en sem sagt silur og hvalir, stofnar, ættu heima undir villidýralöggjöfinni. En hvernig var stemningin á fundinum með hvalveiðarnar? Það var nú að þessu sinni engin umræða fundinum nema mögulegast í almennum. Nei, það er ekkert viðkvæmt því við ályktum 2015 að hætta hvalveiðum. Já, og það er bara ályktun sem heldur nýbúin að heimila hvalveiðar. Af því að það eru í gildi lög sem ganga út á að hvalir séu veiddir. Það er þannig. Og þetta er náttúrulega bara mjög interessant umræða á mjög mörgum plönum. Já, en þetta er nú svona aðferði sem var notuð þannig að þetta var orðið seint til að fara og... Verður hvalur veiddur í sumar? Já, er það? Nei. Nei, ég er að segja þannig að ráðherrann náði því með svona tafleikjum. Er það ekki rétt? Þú mátt kalla það. Já. En niðurstaðan hins vegar vil ég meina mér og mínum félögum þóknanleg því að við viljum ekki að hvalir séu veiddir og þeir verða ekki veiddir í sumar. Nei. En ég meina að ráðherrann fer að lögum, hún verður að gera það. Það er gildilög frá 1949 sem heimila hvalveiðar. Og það gerir ráðherrann og því gefur hann út leyfi. Já, en svo er auðvitað miklu lengri aðdragandi að þessu máli og ég meina það er auðvitað fyrirrennari hennar en okkar ráðherra Svandís Svavarsdóttir í ráðuneytinu sem að ræðist ekki minnst á grundvelli dýravelferðar því að það er svo aftur enn ein löggjöfin sem þarf að horfa til. Já, sem var svona neyðarheimill. Já. Hjári og það var allt fallið á tíma, menn voru byrjaðir bara. Ég meina það voru ekki byrjaðir en það... Já, undirbúningurinn var... Ekki vegið annar en gera klappa. Já, en býtum við það er að mínum að og eftir því sem að fram hefur komið þessum málum öllum saman. Þú ert með löggjöf frá 1949 sem í raun eru pósitívar heimild til veiða á hval. Og heyr ekki undir villdýralöggjöfina sem er mjög framsækin frá 94. Við erum með nýrri löggjöf frá 2012 hefur maður rétt dýravelferð. Og sem er afar mikilvæg og þeirri umræðu og þeirri vigt og þeirri afstöðu hefur vaxið ásmegin í heimssamfélaginu öllu og hérlendis líka. Og það er fáránlegt annað að mínum mati en að við ákvörðun nýtingu sem felur í sér veiðar annað en að það sé hort til löggjafa sem hefur með dýravelferð að gera og það er raunin það sem ráðherra gerir að ákveðnu leyti og
og við þekkjum þessa sögu alla saman. En það sem ég vildi draga fram að á grundvelli þá útgefins leyfis fyrirrennara hennar í starfi, sem er sko 2019, sem Kristján Þór Júlíusson, þá gefur hann út leyfi á grundvelli gildandi laga frá 49 hvalveiðar til 5 ára, að þá hægt og líka með vísan til alþjóðasamninga að gera auknar kröfur í eftirliti í samhengi þess að við höfum bara betri vitneskju það hvernig þetta fer fram og það opinberaðist nú aldeilis fyrir okkur samanber ágreiningin í samfélaginu að veiðarnar eru ekki heilt yfir ásættanlegar og það er niðurstaða fagráðs velferð dýra sem grundvallar þessa tímabundnu frestun og upphafi veiða sem svo fara aftur í gang 1. september á síðast ári, eins og við þekkjum. En það sem þær breytingar og reglugerðum sem voru gerðar í tíð Svandísar Svavarsdóttur í matvælaráðuneytinu eru líka grundvöllur þess að við bara búum við mun ítarlegri og betri upplýsingum það hvernig staðið að þessu og að mínu viti að þá þetta ekkert annað en að pína dýr og það er bara ekki í boði. Þið fjallið, lífveldi Ísland greinlega vanfjármagn og það vantar peninga út allt. En þá er að tala um sjávarútveginn og veiðigjöldin til dæmis. Að þið viljið þau vera hækkuð og þau verið ýmsar breytingar reyndar í sjávarútvegsmálum og við höfum ekki tíma til að fara nákvæmlega út í það. En þarna er svona stóru prinsipin. Viljið þið hærri veiðigjöld? Við segjum á tilgreindar uppsjávartegundir til að tryggja greitt ekki botnfisk. Nei, tilteknar uppsjávartegundir til að tryggja greitt sér sanngjarnt gjald fyrir afnota sameiginlegum auðlindum sem sannarlega við eigum og það kveðið á það, fiskurinn er sameignin okkar. En við leggjum líka áherslu á gagnsæi og upplýsingaöflun og þetta er hluti af þessari umræðu sem við kannski legið að einhver leyti í láginu undanförnu að hana má rekja aftur til þeirra stórkostlegu vinnu sem var ráðist í á grundvelli ákvæði í stjórnarsáttmála gildandi sem hefur verið kölluð auðlindin okkar. Og mikil vinna sem þar hefur verið ráðist í og meðal annars þetta er bara ríka ákall líka í samfélaginu auki gagnsæi, ekki satt? Og við leggjum meðal annars áherslu á það. Já, en það er ekki orðið. Nei, enda sko leifu okkur bara efast að verði það er svo varðhundarnir eru það sterkir. Já, þessi vinna er að mörguleyti og ég kann hann ekki alla, ég er ekki að segja það en ég hef fylgst með henni, ég satt ekki í þessari vinnu, hún var mjög umfangsmikil sem hefur kölluð auðlindin okkar og það er virkilega mikill efniviður til þess að byggja á vegna þess að þetta eru í breiðu og miklu samtali og samráði og það er ekkit bara eitthvað ráðandi einhver ein hagsmunaöfl við borðið, þau eru eiga sætið þar rétt eins og fulltrúar náttúruverndarsamtaka og fleiri. Ákvarðanir sko. Það er ekki að sitja við borð og hitta að geta að tekja ákvarðanir. Lagasetningin eru í höndum okkar sem erum kjörin á þing, ekki satt? En það þarf að koma frumvarp þess efnis og það er það sem við erum enn kannski ekki alveg farin að sjá í þessa vinnu varðandi auðlindinu okkar. En þannig er þá flokksársfundurinn að hnykkja meðal annars á þetta að hækka veiðigjöld á tilgreindar uppsjávartegundir en líka auki gagnsæi og upplýsingaöflun vegna tengdra aðila í sjávarútvegi eins og það er orðað. Já, sko, nú erum við búin að sitja hérna, ég bráðum í klukkustund. Nei, hei. Jú, Orri Páll Jónsson, þingflokksformaður Vinstri grænna. Það er, húsnæðismarkaðurinn er náttúrulega eitt sem er stórmál og við erum gjörsamlega búin að missa tökin á. Og með þeim afleiðingum að íbúðaverð hérna er afar hátt og þetta er svona brasklóðir mikið en þið talaðu róttækum breytingum til að tryggja félagslegt réttlæti og aðgengi allra að öruggu húsnæði. Já. En þetta er eitthvað sem að verði þá að fara með fyrir ríkisstjórn. Já, sko. Nei, heyrðu, Svandís nú með þennan málaflokk. Hún nefnilega með þennan málaflokk. Hún er en tiltölulega nýkomin inn í ráðuneyti eins og við þekkjum. En það er rétt, húsnæðismálin eru og hennar könnu en auðvitað er þetta samstarf og samvinna við mismunandi ráðherra. En hún verður fljót og sjóuð. Sko. Já, Svandís er sjóuð. Það er algjörlega hárrétt sko. Og það má kannski líta á þessa tillögu sem mikla brýningu eða hvatningu til Svandísar í sínum verkum.
En eðlilega ef þú ætlar að gera róttækar breytingar á húsnæðismarkaði, eins og við orðum hérna, til þess að tryggja félagslegt réttlæti og aðgengi allra öruggu húsnæði, þá gerist það nú kannski ekki alveg á einni nóttu. Þannig að, já, ég veit ekki hvað skal segja, ég auðvitað ekki farin að sjá þingmálaskrá ráðherrans og veit ekki hvort að þar að finna einhverja svona sérstök teikn í þessa veru umfram það sem þó, þú segir að hér sé allt eða þú notar ekki orðið kaldakóli, en það er svolítið umræðan það sko. Fólki sem að lifir við það segir, fólki sem er í kólakjallurónum, það segir þetta sé allt í kaldakóli. Já, ég meina eðlilega, það er náttúrulega fullkomlega óboðlegar aðstæður og svífur það að fari skuli svona verið með fólk, en maður getur orðað þannig. Sko, við höfum auðvitað verið í tíð þessara ríkisstjórnar verið að efla almenna íbúðakerfið og það er að mati okkar í VG góð leið til þess að standa, og það þarf þá að efla það en frekar eins og við segjum í ályktuninni að því í grunninn að þá þarf að tryggja fjölbreytt búsetuform og við höfum verið að leggja mikla áherslu á óhagnaðardrifin félög í þessu samhengi og þessi ályktun er nú svona, hún er ekkit eitthvað með einhverjar hinnar eiginlegu lausnir í einu brýningu bara. Já, hún er kannski aðalega líka að draga fram hugmyndir sem og þetta, að því ég bara veit að því ég þekki vinnuna á baku þetta er í grunninn hugmyndir sem að ungvinstri grænir að koma með inn í umræðuna sem að endar í þessari ályktun. Að horfa til húsnæðissamvinnufélaga í þessu samhengi og eins eitthvað sem var rætt í þessu samhengi var sko samvinnubúsetu pælingar sem er ekkert ítarlegar farið í þarna hvað það þýðir en við þekkjum ákveðin mynstur í þessu stúdendagarðar og eitthvað slíkt sko. Þannig að já, þetta er kannski meira brýning heldur en hitt. Herri skattamálin, það er þið talið nú ekki það þið hérna náðu gegn að þriggja þrepa skattkerfi, en það er hérna sem er stórmál og það er hérna með fjármagnstekju skattinn. Þrepaskiptan. Já, þið viljið þrepaskipta honum. Það er bara í stefnunni. Hefur verið í töluverðan tíma. Já, en ekki komist áfram. Nei, en ég meina annað sem að hefur nú samt verið gerð allu að en við höfum ekki séð endilega frumvarp sem að ég hef, nú held ég séð, já það hefur aðeins verið hérna breytingar á fjármálaráðherranum, ég man ekki hver það var sem svaraði til að það hefur verið vinna í gangi varðandi sko að reyna að stemma aðeins stigu við, hvað ég var að segja, neikvæðri þróun þegar að þú ert í rauninni ekki með reiknaðan eignarskatt en hvað var það reiknað endurgjald? Var það þá líka bara eins og tekið sveitarfélag í því samhengi? Þannig að við bíðum nú alltaf eftir að sjá aðeins ofan í það, ég veit ekki hvort að núverandi fjármálaráðherra mun vera með það á sinni þingmálaskrá í vetur en þetta er rétt, við höfum lengi verið með á okkar stefnuskrá með þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt. Innan ríkisstjórnar hefur verið varið gegn því sko. Já, en þú segir þið náðu gegn þriggja þrepa skattkerfi, réttir það, þá ætlum ég að minna á. Í kosningabaráttunum bæði 16 og 17, það var nú klífað á því að það þyrfti að einfalda skattkerfi, það var pólitík ákveðin annar aðila sem svo núna undirgengumst þetta og hafa nú held ég ekki hafnað gæðum þessarar hugmyndar. Nei, heyrðu, en hérna, hvenær verður kosið? Já, eina sem að líkur fyrir er að kjörtímabilinu líkur bara með lögum 25. september 2025. Eftir rúmt ár? Já, kosningalögum, þar að þetta eru bara 4 ár. En er það best? Er þess að ríkisstjórnar eiginlega bara búið? Er ekki að koma núna fram hversu ólíki flokkarnir eru? Þetta er eilíðar skemmti umræða allstaðar. Ég það nú stundum að spyrja því, ertu ekki til í að ræða pólitík? En við erum búin að vera að gera það á klukktíma, þannig ég ætla ekki að gera það í þessu samhengi. Sko það hefur alveg, bara svo ég tala nú í alvöru, sko, það hefur alveg verið umræða það en ekki verið tekin inn ákvörðun eitt eða neitt í því samhengi, hvort að það fari og það bara umræða sem byrjaði í rauninni fyrir löngu. Ég menn auðvitað er kosið bratt þarna 2016 og það er að hausti og það gerist aftur bratt að hausti 2017. Svo er það ákvörðun á sínum tíma að kjósa þá að hausti 21. En það hefur alveg verið umræða það hvort að það sé bara heila praktískar að kjósa vori eins og við vorum vön að gera stutt í fjárlögi þegar kýst að hausti til dæmis, þegar ég segi praktík sem er aðalmál þingsins hverju sinni algjörlega, þau byggja auðvitað sannarlega á fjármála áætlun sem er í gildi og hún er auðvitað alltaf afgreidd að vori sko, og til 5 ára en þetta er alveg rétt, þannig að ég meina hún er nú ekki nákvæmlega það munar bara 100 milljörðum í tekjur út frá fjármála áætlun og raunveruleikanum já, sem er nú bara gott ég veit það, en áætlunin er ekki nákvæmlega það sko
Nei, hún er kannski líka svona útgjalda, þú veist, það er hinliðin á henni en þannig að það hefur alveg verið til umræðu en ég veit að hefur engin ákvörðun verið tekin um annað en að það bara klára þetta kjörtímabil en ég vænti þess að það verði einhver umræðu um þetta áfram og næstunni. Ríkisstjórnin lifi hennar síðasta þingvetur? Já, akkur ætti hún ekki að gera það? Ég segðu ég sem myndi margir vilja það sé bara komið nóg. Já. Og sérst meðal annars á fylgi allra stjórnarflokkana. Já. Sjálfstæðisflokkurinn er hálfur miðflokkurinn núna til dæmis. Já. Þannig að það er gott, ég þarf ekki að svara fyrir það. Nei, já, en þeir segja alltaf Ég kannski eitthvað í því. Nei, já, þið getið Nei, þetta er sko að vera að fjara undan. Já, það er bara alveg bara eins og ég sagði hér áðan, við höfum auðvitað öll séð dvínandi fylgi ef við horfum á skoðanakannanir. Það er alveg rétt. En ég, eins og ég segi, ég meina þetta er í síðasta lagi þarna, 25. september. En verður þetta ekki hundleiðilegu vetur fyrir ykkur? Já, hann verður allavega spennandi. Nei, átök og leiðindi. Sko, það sem að rata náttúrulega alla jafn í fjölmiðla er þegar okkur greinir á ákveðna hluti. Já. Og það fer bara minna fyrir umræðum um það sem að við erum bara sammála og klárum hlutina og það þykir bara ekkert tiltökum mál. Það er líka minna um það. Nei, það er nefnilega ekkert minn um það. Nei, það er lokuðum nefndafundu sem ekki sér. Ekkert endilega. Ég meina, til dæmis eins og bara ég held að sé ekkert almennilega svona almenn vitund um það. Ég hugsa flest þingmál sem eru afgreidd á þinginu eru náttúrulega bara frekar góðri og breiðri sátt allra þingflokka. Það eru ágreiningsmálin sem að rata í fjölmiðla. Kannski sem betur fer, það skapar samfélagsumræðu. Sumt af þessu er líka bara eitthvað svona sem verður að gerast, sko. Já, sumt er bara eins og það þarf einhver að vaska upp, sko. Þetta er bara eitthvað sem það kemst ekki undan, sko. Það morðaða þannig. Ég veit ekki, ég meina, ég ætla ekki að vera með eitthvað grín í þessu, en sko, ég held þetta verði spennandi vetur. Ég hef aldrei lifað eitthvað sem að sumir kalla kosningavetur áður sem þingmaður. Nei. Ég geri mig grein fyrir því að við munum kannski öll fara að tala í einhverjar okkar áttir. Það var klár vilji flokksráðsfundarins míns að senda skýrskilaboð um það hvað við viljum. Og gott og vel, við gerum það bara, ég gerir ráð fyrir að önnur gera það líka og er það ekki bara gott svona í lýðræðislegu samhengi að fólk viti hvað við stöndum fyrir og hvert við ætlum, hver flokkur fyrir sig. En hvenær sem að verður kosið, ætlar þú í framboð aftur? Ég ger ráð fyrir því, já. Ég hef svo sem ekki tekið ákvörðun um það enda er það auðvitað félaga minna að ákveða það hvort að þau treysta mér fyrir því eða ekki en ég ger ráð fyrir því að gefa kost á mér áfram, já en eins og ég segi, þetta býður okkar meðal annars þegar það verður boðið til kosninga að finna út úr því hvernig við röðum eða kjósum og lista eða hvað við gerum með það. Já, sverið því hvernig fórustan verður skipuð kannski líka. Gæti verið. Já, heyrðu, Orri Páll, þakka þér fyrir þessa klukkustund sem við átt saman hérna. Takk sömuleiðis. Og næsti dagskrárliður hefst eftir augnablik. Þarftu að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholtssax 105 Reykjavík.